Já, verið velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér að hefjast leikur KA U og Fjölnis U hér í annar deild karla í handboltanum. Fáum vonandi skemmtilega leik hjá þessum tveimur ungmennaliðum. Byrjum á að renna yfir lið Fjölnis. Réttar að við byrjum þetta sínist að það var stutt í að leikunum byrji. Númer 1 Kjartan Bogi Jónsson, númer 4 Heiðar Már Hildarsson, 5 Sigurgeir Árni Aðarsteinsson, 9 Konráð Jón Jónsson, 10 Ríkharður Darri Jónsson, 11 Stefán Friðrik Aðarsteinsson, 13 Elvar Þór Ólafsson, 17 Elvar Ótri Hjálmarsson, 19 Flóki Kristján Hall, 21 Aron Birkir Oddnýjarsson, 26 Steingrímur Þormásson og 32 Matthías Sæðarsson. Þjálfari Fjölnis svo sjálfsögðu Viktor Lekve, númerlið KA, með 23 í markinu Vignir Orri Elvarsson. Útileikmenn númer 2 Jónsteinn Þórsson, númer 3 Aron Orri Alfreðsson, 4 Aðalbjörn Leifsson, númer 6 Arnór Ísak Hattsson, númer 9 Ernir Ellersson, númer 11 Aron Daði Bergþórsson, 25 Jóhann Hauksson, 27 Hilmar Gíslason, 29 Logi Gautason og númer 41 eru tvei leikmenn Ísak Óli Eggertsson og Haraldur Bolli Heimiðsson. Herru, býðum aðeins eftir að getum að byrja leikinn. Já, það er búið að laga það og þjálfari KA í dag að sjálfsögðu Guðlaugur Arnarsson, Stefán Átnarsson vandi látin með fjóralokk kalla fyrir sunnan. Þannig að Jónatan Magnússon aðstofar Gulla í dag. Jæja, þá er búið að laga allt hérna hjá okkur og við getum farið að byrja leikinn. Já, það er allt eins og þá að vera og leikurinn fara á stað. Það er gestinni sem að byrja með boltan. Já, eins og segi tvö spennandi ungmennalið hérna að mætast. KA-lið sýnt skemmtilega leiki í vetur. Þarna byrjar hann Vignir að taka fyrsta boltan. Við erum þetta vel í markinu. Strákarnir hafa stundum byrjað illa og þurft að koma tilbaka.
En það býr mikill karakter í strákunum og þeir hafa oft komið magnaða sveiflur í leikjunum mjötur og spurning hvernig þetta spilast í dag. Nei, fyrsta sótt káaleysins. Kemur Arnór Ísak inn á miðjuna. Settur hann til hliðar. Já, Ísak stöðvar hérna. Já, Ísak Óli komin í nýja treyju, þannig að hann ekki lengur með sama númer og Harli Bolli sem jákvætt. Ja, skiptar aftur. Og fyrsta marki komið, þetta vel gert hjá honum Aron í horninu. Já, stekkur þetta vel til teginn og finnur leiðina fram hjá honum Kjartan í rammanum. Og Káa með fyrsta markið 1-0. Kemur gott skot fyrir utan og þessi ekki allir inni. Þetta varið skot hjá Vigni. Já, þessi var ansi tæpur en Vigni nær að loka sændanum. Og þá róar Arnar þetta niður og Káli stýttir upp í sót. Og Ísak Óli kemur aftur inn í sótina. Ísak finnur Harald Bolla og Halli Bolli skorar. Þetta er vel gert hjá strákunum, flottur bolti frá Ísak og Halli grípur með annari og skýrar sér nettið. 2-0 Káa. Flott byrjun hjá strákunum. Þetta er svo sem búið að muna litlu hjá gestunum til þessa. En við erum búin að verja fyrstu 2 boltana sem hafa komið á markið og þetta Galopsson allt en skotið í stöngina út þarna. Já, Mattias opið með skotið, fékk þarna úrval skotfæri og þessi bolt er einfallega yfir. Já, kom alltaf hraði í þetta og hvað dæmaði hér, þetta leit ekkert voðalega vel út. Vonandi er í lagi meðan Aron Birki, Fjölnismann, guldspjald á Arnór Ísak Hallsson fyrir þetta brot. Já, við haldið í leik áfram hérna. Já, sem betur verið var þetta ekki alvarlegt. Mattias sleppur við skrekkinn hérna og þetta er virkilega góð finta hérna. Og fyrsta markið á gestunum það gerir Elvar Otri. Já, smeðir sér hérna í gegn og skoraði fyrsta mark gestanna 2-1. Þetta gæti alveg verið hörkuleikur sem fáum hérna í dag. Ísak Óli aftur finnar Halla. Halli eins og að tekin hana föstum tökum. Elvar Otri stöðvar hann. Kemur Ísakinn á miðjuna með smá pláss hérna, finnur aftur Halla og Halli hausar hann Kjartan í markinu. Já, Ísak Óli er að gera mjög vel í að finna Halla á línunni. Já. Það kemur Kaíró hreyfingin og innleysing á sama tíma hérna frá Stefáni á horninu, skotið hérna af vörninu út, gestin fá hotkastið. Hörku skot hérna fyrir utan og Elvar er að skora sitt annað mark. Já, kom hérna á ferðinni og skellti boltanum upp í skeytin, vel gert hjá honum.
Arnór inn á línuna, Halli í dauðafæri en frábær varsla á Kjartani. Já, þetta var X par excellence hjá honum. Og gestin getur hann að jafna metin. Þetta skot fram hjá hann Elvar Þór fær aukastið. Arnór fór hann aðeins í hann og aukastið réttur dómur. Kemur innleysingin áfram frá Stefáni úr horninu. Mattías með skotið langt fyrir utan, þetta smellir í slánni og fer svo út. Langubolti fram en Aron verður fyrir hnjaskið þarna og fær aukastið. Já, voru þarna 3 Fjölnismenn mættir tilbaka til þess að loka þessa sendingu. Eða hálf klaufalegt að brjóta á Aroni. Og Káliði heldur því boltanum. Arnór með plás, fer upp og smellir þessu út í stöngina. Þetta gerir hann vel. Skotmaður góður Arnór Ísak og hann nýtti sér það að hann fór enginn út á mótunum hana. Og fyrsta mark Arnórs í dag, staðreynd. Og hér fær Elvar aukast. Já, Gautis klipping hérna, fín færsla bolta og hér skotfæri og þetta endar í netinu. Já, það var fín flétta hjá Fjölnismönnum. Elvar Þór kominn á blað hérna. Og staðan núna 4-3. Ísak á Arnór og Arnór aftur með plás en hittir ekki markið þessu sinni. Ná, ekki hraðaleipinu, koma inn í sliðbyrginni. Og á flottu varnarleikur hérna hjá Jóa. Já, meira jafnvægi komið í leikinn hérna. Og Fjölnismenn geta jafnað metin. En aftur er Vignir að gera vel í markinu. Og enn er Arnór Ísak að keyra á þetta og þrumar þessi netið. 9 mínútur búnar á þessu leik og Káa með 1-2 marka forystu. Komst í 2-0 og síðan hefur þetta haldist eins og segi í þessu 1-2 mörkum. Fjölnismenn ekki jafnandi þessa. Það er svo sem bara nýbyrjað hérna hjá okkur. Mattías losa boltan og Elvar er tilbaka í skyttinu núna og keyrir á þetta, það fær fríkastið. Lítið pláss þarna milli Halla og Jónsteins. Elvar Þór, næði ekki alveg að valda bolta þarna, þetta er aðeins tempo úr þessu. Og þetta er 2 mínútna brottvísun á Jóa þarna. Kom hann að flott árás og Jói aðeins missti sig hérna og fær fyrstu brottvísun leiksins. Jóhann Hauksson.
Já, þú heldur áfram með þetta. Fjölnis með manni fleiri núna í 2 mínútur. Sjáum hvað þeir ná að nýta sér liðsmuninn. Galóttast hornið en sendi ekki aðeins hæg en við stefnum með þetta. Stefán Friðrik klárar þetta frábærlega upp í fjær. Og KA-liðið fer í að spila með aukamann í sókninni. Þetta manni færri. Spurning hver það sem á að hafa vitaði að skipta hérna tíma. Það hefur meirinn að segja að vita bara hvenær á að skipta. Þetta gerast ráðið vel, Galóttast fyrir Ísak. Og Ísak keyrir á þetta, skorar og við náum skiptingunni. Já, þetta er vel gert. Gekk boltinn vel á milli og Ísak Óli kominn á blað, búinn að vera að mata línuna, nú er búinn að skora líka. Og áfram gakk hérna. Nú hittir Stefán ekki ramman. Ágætis hornafæri hjá honum þarna. En setur boltann framhjá. Og staðan því 1-1 hérna í þessum kafla sem KA manni færri. En þá 40 sekúndur eftir af brottvísuninni. Kemur Ísak, setur hann á Arnór Ísak og Arnór tilbaka. Boltinn á línuna og já, fá fríkastið. Aron Daði náði ekki alveg að valda bolta en það var líka brotið á honum, þannig að það var alveg eðlilegt, hann var ekki að valda bolta. Svo kemur þetta skot frá Arnór Ísak, það er yfir. Við náum skiptingunni sem boltinn festist til í netinu hérna bak við markið. Og við erum í það mund að fá fullskipa lið. Keyrir Jói inn á þetta og það gengur ekki alveg að stela boltanum þarna og fyrir vikið opnast allt fyrir Elvar Otra sem að skorar sitt 3. mark í leiknum. Þeir að fara fyrir markaskorarinn hjá Fjölnismönnum hér í upphafi leiks 6-5. KA svo þeim gerði bara vel hérna manni færri. Á að halda þessu áfram í þessu 1-2 mörkum. Kemur Ísak vel inn á miðjuna. Flott hreyfing hjá honum, opnar vörnina og fyrir Umars á markið. Já, þetta er gaman að sjá. Kvikur strákur með góðan leikskilning, eins og segi, hann veit hvernig hann á að skjóta og hvernig hann á að láta boltan ganga eða finna línuna. Það verður áfram spennandi að fylgjast með honum. Búinn að vera flottur með liðinu í vetur. Já, Matthías nær þessum bolta, hann var svolítið svo að teygja sig eftir honum. Og þetta skot er einfaldlega slagt frá Ríkarði beint á Vigni og KA-lið kemur hérna í setjabyggina. Jói inn á línuna og Aron skorar. Það er fljótur refsað þarna. Allt galopið fyrir Aron Daða á línunni og hann klárar þetta vel. Flott sending frá Jóa. 3 marka munur í fyrsta skipti í leiknum. Aftur skítur hann Ríkarður og þetta er aftur illa ígrundað skot en þessi sending frá Vigni ekki nægilega góð og mistök á báðum megin núna. Mínútur komnar á klukkuna. Svo þeir eru svona gæla við það að ná að koma sér betur frá gestunum hérna. Matthías fyrir á þetta, brotið á honum. Já, flottu varnarleikur hjá KA-liðinu. Matthías upp og vá, þetta kom upp úr engu, þetta skot frá honum. Og steinleikur, held að Vignir hefði bara verið klár í rammanum. Og já, Matthías refsaði þarna. Ísak Óli kemur á miðjuna.
Losa boltan á Artur Ísak sem smegir sem milli 1-2 og skorar. Já, við erum að hafa aðeins minna fyrir okkar mörkum. Og sóknarleikurinn að ganga ansi vel, komið 9 mörk á fyrsta korterinu. Mattias losa boltan hérna á Elvar og Elvar er í horni og Stefán stekkur vel út tegin en setur hann aftur fram hjá. Já, gerði vel í að stekka út í tegin. Hann var búinn að opna fjárhóttni vel en bara hittir það ekki, setur hann fram hjá. Og Káali getur skyndilega náð 4 marka fórystu. Haraldur Bolli planta sér á línuna. Ísak Óli enn á miðuna, boltinn inn í hornið, Jón Steinn setur hann í stöngin og fær vítakasti, fekk hérna stertinguna sem er einfaldlega bönnu í dag. Það verður að hleypa hornamannunum inn og Jón Steinn sækir víti og Haraldur Bolli Heimisson á punktinum. Og hann eins og að ver frá honum, frábæra varslagi hjá Kjartani. Já, víti forgörðum, frábæra varslagi hjá Kjartani, hann er búinn að taka allavega 2 bolta. Já. Hinu menni Vignir komið 4 í K-markinu. Mattias keyrir á þetta, losa boltan. Fer af harðfylgi gegn hérna Elvar Þór. Og gerir 7. mark gestanna. Já. Hann féttur pakki fyrir framan hann, en hann ákvað bara að keyra á þetta og spóla sig í gegn. Ísak Óli frábær bolti frá minna línuna en er Kjartan að verja. Já, við hérna virkilega við frá Hilmari sem komin á línuna. Náfram Ísak Óli að koma með flotta sendingar og fyrir hann uppsetur hann í hornið og þessi bolti varinn frá Kjartani. Já, Kjartan er komið 3 boltarna á skömmum tíma, 4 í heldina og við þennan bolta frá honum Aroni Orra. Opna hornið og núna nær Stefán að setja boltan undir hann Vigni og gerir 8. mark gestanna. Einsmarks munur, flottur kafli, það 2 markir raununa og fáum fríkastið. Ísak gengur ekki inn á línuna og þeir koma hratt í bakki á okkur hérna og frábært mark hjá Elvari Þór. Káali tekur leikhlé. Já, eða Gulli hættur við. Staðan 9-9, þá tekur hann leikhlé.
Já, 3 marka sveifla hjá Fjölnismönnum. Hún jafna metri 9-9 og Guðlaugur Arnarsson tekur leikhlé fyrir KA-liðið. Sýnst hann alltaf að gera einhverjar breytingar. Logi Gutarssonar alltaf byrjar að gera sér kláran. Sjáum hérna markaðastu menn. Arnór Ísak markaðastu með 3 marka KA. Elvar Otri 3 hjá Fjölnismönnum. Og við erum klárir í slaginn á ný. Já, Logi Gutarsson kominn í vinstra hornið og það er einnig skipting í hægra horninu. Ernir Ellertsson sem mættur í hægra hornið. Ekki fleiri breytingar hjá KA-liðinu. Sjáum hvort að hornabreitingarnar skili sér. En Kjartan Bogi í marki gestanna byrjar að loka markinu. Arnór Ísak, flott hreyfing hjá honum en stoppar á 11. stundu þarna. Fín vörn af Konráð. Kemur Arnór Ísak, setur hann á Ísak Óla og kemur svo skotið frá Arnóri í slána og út og Fjölnismenn geta skyndilega náð forystunni. Línuna og gengur, þetta er vítakast, hárréttur dómur. Gekk boltinn vel á milli þeirra og Ríkharður á línunni sækir vítakast. Og já, það er Konráð sem að tekur vítakastið. Getur komið Fjölnismönnum yfir. Gerir það. 4 mörk í röð, KA ekki búið að skora í 5,5 mínútur núna. Og já, eins vel og strákarnir byrjuðu leik þá er erfiður kafli núna. Sjá hvað skiptir miklu máli að fá Markusson í gang. Jói tilbaka á Arnór er að finna opnununa og kemur bara Ísak Óli, sækir vítið, frábær einföld finta, kemur sér í gegn og sækir vítið. Og nú er það Arnór Ísak Hallsson sem að tekur vítakastið. Hallabólla brást bólistinn á hann. Inn í gegn Kjartani Boga. Og þetta er vel klárað hjá Arnóri. Jafnametin í 10-10, heggur á hnútinn hérna. 6 mínútna markaþurrð sem er þá lokið hjá okkur. Ja, fín vörn hérna. Góð hjálpavörn hjá Ísaki hérna. Neðan Hilmari. En áfram heldur sótt gestanna. 8 mínútur eftir af sem þeirri áleik og þetta er stál í stál. 10-10. Hörku skot hérna sem að Veiknir lokar á. Ísak Óli losa hann bara tilbaka á Arnór Ísak og Arnór með skotið að gólfinu en hann er mættur í markinu á Kjartan. Já, ekki hans 50 bolti. Þeir eru báðir með 5 varða bolta í mörkunum. Hann Kjartan í marki Fjölnis og Veiknir Orri hjá KA. Staðan 10-10 upp. Þetta er jafnt á flestum vígstöðum hérna og kemur hörku skot hérna fyrir utan frá Elvari Otra, hótaði skotinu á gólfinu, lyfti sér svo upp og setur hann yfir hárðina.
Ísak, já, sér að opnirinn að keirir á þetta skora, hann eiga virkilega flottan leik hérna. Sá blokkeringunni Halla á línunni og nýtti sér þetta plássið sem að skapast hérna. Og já, flott þetta Hilmi, 11-11, Ísak Óli kom með 3 mörk eins og við sjáum hérna. Og allavega 2 stórsendingar á línuna. Hérna inn á Ríkard sem að klárar þetta vel hérna úr hægra horninu. Og Fjölnismenn halda hérna einsmarks fórystu. Við erum komnir með frumkvæðið. Ísak með plássið en vel varið á Kjartan í markinu. Komaður í sittumíkina og þetta er náttúrulega fótur. Logi losa boltan ekki, fer bara sjálfur, fara fríkastið, þarna hefði mátt losa boltan á félagann sinn. En Erni sem var með honum hinum megin. Smá kretta hann í Loga en fær fríkastið en við höldum áfram boltanum. Arnór Ísak, brotið á honum, ekki nokkuð spurning það. Já, klári að halda áfram leik hérna 5 mínútur eftir þessum fyrri áleik og já, gestirnir eru búin að ná að snúa sig aðeins sér í vil. En eitthvað sem munar á boltinn inn og Halli hins var inn í teig og dæmdi á hann lína. Jæja, sjáum hvað gestirnir gera. Inn á línuna, allt galopið og þetta er snirtilega afgræslega á Ríkard línunni. Já, búinn að gera hún að 2 röð. Þessi 2 skotin hans í leiknum ekki nægilega góð. Og ja, hann er búinn að svara fyrir það núna. En þetta er 2 vinda brottvísun á Elvar Þór. Brýtur hérna á Halla bolla á línunni. En náðu að brjóta áður en Halli er komin í gegn, þannig að þetta er aukast. En nú þurfa strákarnir að nýta sér liðsmuninn, ná að laga stöðuna fyrir hlé. Ísak Óli hvergi banginn, bombar svo markið og minnkar til 1 mark hérna. Já, hún var ekki lengi að nýta sér þetta að vera í yfirtölu. Fjölnismenn með aukumannsóttinni. Kemur hérna inn að fyrsta skipti að Flóki Kristján í línuna. Já, skiptaðir, hvað gerist þarna? Var einhver árekstur og þeir liggja báðir eftir hérna. Það er algjör slys. Það með síðustur að vera í lagi bæði með Arnór og hann Flóka. Já, finna opnununa. Kemur slagt skot hérna frá Elvari, hátt yfir markið og en 50 sekúndur eftir að brottvísuninni. Halli bolli inn á línuna.
Ísak reynir að finna línuna og fá hann fríkasti þarna, brotið á Jóa. Ísak hótar setningunni en fer svo sjálfur og skorar. Hann leikur við Kvurt sem fengur hérna 2,5 mínútur eftir að fyrir áleik og KF búið að jafna aftur 13-13. 5 mörk hjá Ísaki og það var 6 skotum. Það er vel gert hjá honum, virkilega vel gert. En Fjölnismenn við það að fá fullskipa lið. Fjölnismenn að kafla 2-0 og það er nákvæmlega sem maður biður um. Þetta er fín hreyfing og klárar þetta snirtilega. Já, Elvar Ottri getur verið að þriðja skrifin þegar fóru upp. En allavega hreyfingin var góð. Galopnaði vörnina og kemur Fjölni aftur yfir. Arnór, sendur bara í stað hana. Ísak á, nei fyrir ekki Jói myndi ég og setur boltan á Arnór Ísak sem skorar. Kjartan var nú vel í þessum bolta en skotið fast frá Arnóri og endar í netinu og boltinn dæmdur af gestunum. Þetta var klaufalegt. Náðu við setjabyggjunni og tvígrip hérna af Ísak. Já, mistök að báða bóa í það mund sem að loka mínúta fyrirháleiks er gengin í garð. Hérna mínúta eftir af fyrirháleik og þetta er jafnt 14-14. Búið að vera áhugaverður leikur. Spurning hvort að gestirnir nái að opna þetta. Já, gera það vel. Ríkharður Darri komst í getna skorað hérna. Opnuðu fyrir hægra hornið og þetta næra. Hann Ernir að sitja í ramman. Já, jafnar í 15-15. Hlutinir fljótir að gera svona. Það tar gestinni leikli. Já, þeir gert hjá Erni í horninu. Hans fyrsta færi í leiknum eftir að koma inn á og hann kemur í sín netið. Og já, Fjölnismenn með leikli hérna hálf mínúta rétt tæp eftir af fyrirhálfleiknum. Viktor, þjálfari þeirra, er væntanlega að reyna að láta þá spila út tíman. Ná, loka skotinu. Já, voru við Fjölnismenn sem að byrjuðu leikinn. Þannig að KF-liðið byrja seinni hálfleikinn. Það var ég afskaplega sterkt að ná að standa vörnina núna. Getur svo tekið frumkvæðið í upphafi seinni hálfleiks. Við sjáum hvað setur, leikliðið úti og við erum klár í síðari hálfleikinn. Fjölnismenn með aukumennssókninni, spila 7-6 og þetta galóttasalt en skotið í slána út. Arnór Ísak setur hann fram og hvað hér? Tíminn stopp. Það eru 12 sekúndur eftir. Nú er spurning, var Arnór að reyna að senda, er hann að skjóta? Það er brotið á honum, það er eitthvað enginn í markinu. Ef þetta er skot til hann, þá á hann að fá vítakast. Ef þetta er sending, þá er þetta bara aukast. Þeir eru, hef ég held ekki sammála. Heimir og Siggi auka sig niðurstaðan. En KF-liðið hefur svo sem 12 sekúndur til þess að nýta sér þetta. og koma sér auksanlega yfir hér í fyrirháleiknum. Ísak á Arnór Ísak og Arnór aftur á Ísak. Losar hann á Arnór með geggjaða hreyfingu og frábær varsla hjá Kjartani og aftur undir lokin sér til þess staðan jöfn 15-15 í hléinu. Já, Arnór Ísak með frábær hreyfingu en Kjartan Bogi búinn að eiga virkilega flottan leik.
varði þarna 2 skot undir restina. Fyrst frá Arnóri og svo frá Loga Gautasinni sem að reyndi að þrjuma boltan rétt árna tíminn gall. Og staðan er hér 15-15 í hléinu. Og kíkjum kannski örstuðt á markaskorarana áður en að við tökum okkur smá hlé hér í hálfleik. Sjáum hérna hjá KA-liðinu, þar er Arnór Ísak Hallsson og Ísak Óli Eggertsson markastir með 5 mörk hvor. Svo er Haraldur Bolli Heimisson með 2, Aron Orri Ernir Ellertsson og Aron Daði Bergþórsson allir með 1 mark. Í markinu þar er Vignir Orri komið 5 varin skot. Og hjá gesturum Elvar Otri markastir með 5 mörk, Ríkharður Darri 3, Stefán Friðrik, Elvar Þór og Mattías Sæþórsson allir með 2 mörk. Og Konráð Jón Jónsson er með 1 mark. Í markinu þar er Kjartan Bogi Jónsson heldur betur búinn að kveikja á sér, komið með 7 varin skot eftir að fá rólega af stað og er svona helsta ástæðan fyrir því að Fjölnismenn náðu að koma sér aftur inn í þetta eftir að munurinn var á orðin 3 mörk í stöðunni 9-6. En já, við tökum smá pásu og komum svo ferskir í seinni hálfleikinn. Sjáumst þá.
Já, síðar hálfleikurinn hafinn hérna. Og KA-liðið með boltan. Arnór svona Ísakóla með tvær línur á Halla og Aron. Fít hreifa líka vörn Fjölnismanna og já, þetta er vel klárað hjá Erni. Erni Ellertsson kom með 2 mörk inn í hægri horninu. Setur hann á mjöðminn á næstönginu og klárar þetta virkilega vel. Og þessi bolti frábærlega varinn hjá Vigni. Vigni komið með 6 varðabolta núna. Það var komið smá bið frá síðasta varðabolta hjá honum. Hann byrjar seinni hálfleikinn að krafti hérna. Og KA-liðið getur náð 2 marka forystu. Og bolti svo dæmdur af KA-liðinu. Styttir sér leiði gegnum teginn, hann Harald Bolli hérna. Fín varnarleikur, já. Hann notaði fastu fyrir. Hann vandaði hérna í hjarta varnarinnar. Og aftur er Vignir að verja vel. Gal opnaði þarna vörnin og Konrad komst í gegn, en frábær varsla hjá Vigni. Og strákarnir róa þetta og stilla upp. Fá Arnór Ísak aftur inn í sóknarleikinn. Ísak í smá vandræðum, en losa hann svo bara í hornið. Finnur Halla bolta og Halli, hann lína á hann. Já, ekki smá vandræðum að ná valda bolta þarna og stígur fyrir vikið inn í teginn. Og þetta er hörku skot frá Elvari. Já, Elvar Þór kom með 3 mörk, ekki en klikka skot til leiknum, jafnar í 16-16. Þetta heldur áfram, mark á mínútu hérna í þessum leik. Þó nokkuð skorað. Fengu líka magnaða markaleik í gær. KA Þór lagði Val í 3. kvenna. Þetta er frábærlega kert hjá Arnór Ísak. Lyfti sér upp og smellir hann upp í skeitin fjær. Þannig á þeirra stelpunar í þriðjaviki unnu 35-34 sigur á liði Vals í 3. kvenna. Og það var 3. sigurleikur KA Þórs á Val í gær hér í KA-velinu. Og væri magnaður strákarnir hérna í liðinu undu ná sigri. Búið að vera flott helgi í handboltanum hjá okkur. Já. Markið þarf að vera nógu fast, þannig að það hreyfist ekki of mikið. Það verður að gefa eitthvað eftir eins og það líka, þannig að þetta er skemmtilegur millivegur sem það þarf að fara. En áfram gakk. Já, Ernir stelur boltaninn, búið að flauta aukarkastið. Elvar stekkur hátt, setur boltann í stöngina og út og opinn hérna, gerði þetta hins vegar virkilega vel. Vignir hins vegar tekur skrefið í öfugt horn, en boltinn í stöngina og út og KA-liðið sleppur með skrekkinn.
Ísak Óli, losar hann á Arnór, Ísak Arnór, stöðvaður. Fín vörn hann að hjá honum Konráð. Arnór með geggjað undirhóttaskot hérna, smellur í netinu. Kemur KA í 18-16, 7. markið á Arnóri. Þokkalega sterkan úlið þessi drengur. Og KA aftur kom með smá taka á þessu. Það er að halda áfram að hamra járnið. Haldurinn á línuna, þetta er vel spilað eins. Frábær varsta hjá Vigni en tveggjanda brottvísun á Jóa og vítakast dæmt. Mér finnst þess ekki alveg sammála þarna. Þeir Siggi og Heimir. En allavega vítakast niðurstaðan og tveggjanda brottvísun. Konráð á punktinum og skora öryggi. Minnkar þetta í 1 mark og KA manni færri. Fáum Arnór Ísak inn sem aukavænsóknina. Þetta að vera klókir. Listum að ágætlega vera manni færri í fyrirleiknum. Láta tíman vinna þess með okkur. Ísak á Arnór Ísak og sækir fíkastið, klókt. Og aukastæmt þarna. Hálf klemdust þeir saman þarna. Aron og Elvar Otri. Og Elvar Otri fær brottvísun fyrir þetta. Þetta er hans fyrsta brottvísun í leiknum og hann þarf að hvíla í 2 mínútur. Þannig að hann er KA liðið í yfirtölu með aukamannsókninni. Bæði liðið með mann út af. Ísak Óli í hornið, já. Og Ernir, setur hann yfir þetta skiptið. Ágætis færi, en alltaf svo náttúrulega auðvitað áttu okkur því að Ernir er auðvitað í öfugu horni en í rétthendur. En yfir enga síður áttu flottan leik, búin að gera 2 mörk úr 3 skotum til þessa. Og þá er það Fjölnismenn sem er með aukamannsókninni. Kemur þetta flotta skot þarna Elvar Þór. Jafnan mittin í 18-18. Svífur þarna lengi og laumar svo boltanum á nærstöngina. Og þá er KA líka með fullskipað lið. Ísak Óli finnur harðarbolla og Halli kemur í netið. Kjartan hafði svo sem fingur á boltanum en boltin endur í netinu og KA aftur yfir. Þetta ætlar að verða alvöru baráttu leikur hérna hjá sem flottu ungmennaliðum KA og Fjölnis. Fjölnismenn 15 sem frá því var komið fullskipað lið. Áhugaverð hreyfing hérna en skoti framhjá. Já. Og Vítastáðin komið hratt á þetta, nýtt sér það vantar ennþá 1 mann í Fjölnisliðið. Arnór Ísak inn á milli, 1-2 og skorar, já, í það mund sem brottvísunin var að klárast, þá náður að líta sér liðsmennin. Arnór Ísak kemur sér aftur upp í 2 mörk. 8 kvikindi hjá Arnóri. Og já, náðum hendanum að nýta okkur liðsmennin ágætlega.
Elvar, já, lendir hérna í Árni Daða og fríkast sjálfsögðu niðurstöðan. Elvar upp og hann er að gera þetta virkilega snirtilega. Hann býður og býður í loftinu og leggur svo boltan bara í það hot sem að Vignir velur ekki. Og hans 5. mark í leiknum. 20-19, 20 mínútur eftir að þessu. Ísak á Arnar Ísak og Arnar Ísak með gott pláss og hann þrumar sér netið. Já. Flott forvinna hérna hjá Ísaki Óla og Arnar Ísak skilar sér netið. Já, halda honum engin bönd, þetta 9 mörk komin hjá honum. 40 mörk á 40 mínútum. Það heldur áfram. Já, hann kemur slakubolti hérna út af. Ekki búin rosalega margir tapaði boltar í leiknum til þessa. Þetta kemur á slæmum tíma hjá Fjölnismönnum. Káan getur náð 3 marka forystu. Gerði það þetta í fyrri hálfleik líka, stöðunni 9-6. Þá komu 4 mörk í röð hjá gestunum. Það kannski ekki nefnilega jákvæmt að við náðum 3 marka forystu. Sjáum til. Jói kyrr á þetta og labbar líka gegn hérna og farið vítakastið. Já, þeir bökkuðu frá honum og fyrir vikið var hann bara skyndilega komin í gegn hann Jói hérna og sækir vítið. Arnar Ísak á punktinum og hann skorar, já. Kemur þessi í 3 mörk hérna. Mikill hasar hann á línunni. Lettu þarna saman Elvar og Aron. Bara aukast eða stoppa þetta og svo bara áfram gakk. Já, guðspjalla Viktor þarna. Bara eðlast í heimi að stoppa tíman þarna. Lágu 2 á vellinum. Elvar upp og setur hann í slána, frákastið hjá Kámanum, boltinn fram á Ellert og fyrir ekki Erni og það varið frá honum. Ég ætlaði að segja Erni Ellertsson. En frábær varsla hjá Kjartani, er búinn að vera núna 8 bolta hans fyrst í seinni hálfleik og hérna missaði boltan. Á Arnar Ísak og Arnór tilbaka á Ísak og sem kemur á Loga Gautason og Logi svífur geta skorar, laumar á nærstöngina og skyndilega er 4 marka munur. Þá tekur Viktor Lekve þjálfari Fjölnismanna leikli skildi sem engan undar að 4 marka munur, 3 í röða káaliðinu og Fjölnismann ekki búin að skora í 3,5 mínútu. Já, komin aðeins svona fleiri mistök í þetta. Sjáum hérna marka skorarana Arnar Ísak Hallsson með 10 mörk. Ísak Óli 5, Handlabátur 3 og Ernir Ellertsson 2. Á gestunum þar nafnarnir Elvar Þór og Elvar Otri báðir með 5 mörk. Ríkardur Darri 3, svo Konráð og Stefán fyrir báðir með 2 mörk. Sjá hérna Arnar Ísak er að
fara hamförum núna undanfönnu. Bara gera 3 á síðustu 4 mörkum gáfa og munurinn skyndilega 4 mörk. Spurning hvort að þetta leikhlé gestanna skilja einhverju. Eins og segið, kom hann að öflugur 4 marka tafli hjá Fjölnismönnum í fyrri hálfleik. Þeir þurfa að ná einhverju svipuðu núna. Elvar svífur vel og enn hann að bíða og leggur svo bolta bara í það hot sem opið. Gerir 20. mark gestanna. Ísak Óli inn á línuna og þetta vantarlega vítakast, já. Frábær hreyfing hjá Ísak, finnur Hilmir á línunni og þetta vítakast. Hilmar Gíslason, já, þetta gerði hann vel. Og Arnór Ísak Hallsson á punktinu, búinn að vera öruggur til þessa og það engin breyting á því. Gerir 24. mark á og hans 11. í leiknum. Það af 3 úr vítakastum. Sjáum hérna einmitt nýtingunars. Síðara hálfleikur að verða hálfnaður og þetta farið að líta ágætlega út hjá KA-liðinu. Elvar þurfum að taka hann förstum tökum. Hérna opnast eins og var allt fyrir nafnans Elvar Otra og hann skorar. Ísak inn á línuna og þetta endar í netinu. Já. Aron Daði Bergþórsson með sitt annað mark í leiknum og þessi sending frá Ísak Óla. Virkilega skemmtileg. Hann að finna línuna trekk í trekk hérna. Já, þetta gaman að sjá. 4 marka munur. Marka veisla hér í dag. Já. Nýbúinn að skora hann að línunni hann. Aron Daði beint í að ná í löglega stöðun. Öflugur strákur. Og þetta skots á gólunum frá Elvari Otra. Hann gerir núna 2 röð fyrir gestina. Ísak enn hann að finna línuna, nú það Hilmar sem skorar. Þetta búið að vera algjörlega frábært að fylgjast með Ísak Óli Eggertsson með, eins og ég segi, virkilega góðan leikskilning, góða yfirsýn og hann að mata línuna hérna trekk í trekk. 4 marka munur á ný. Frábær hreyfing svo hérna hinum með hjá Elvari Otra. Já, og hartanleikurinn ekki beint í forsvari hérna í dag. Kominn 49 mörk á rétt rúmum 45 mínútum. Jæja. Aron Daði kominn aftur á lappir. Það vantilega aðeins að hvíla. Það aftur skiptin hjá okkur. Jónsteinn mættur aftur í hægra hornið og Aron Orri mættur aftur í vinstra hornið. Jói keyrir á þetta upp og fer hann og klárar þetta sjálfur. Já. Vel gert. Jóhann Hauksson, hans fyrsta mark í leiknum. Hann búinn að skila fínni frammistöðu. Bara óhrættur við að skjóta meira markið. Mattias tilbaka á Elvar og boltingur hratt á milli. Þetta náði stöðuninni. Já, þau voru taulir að ná að stoppa.
Og þetta tveggjandi brottvísun á nokkur svafa. Já, hérna var hann Aðalbjörn aðeins of lengi að losa, misti hérna Elvar Ótara fram hjá sér og var þá lentur aftan í honum og tveggja mínútna brottvísun á Aðalbjörn. Og tækifæri fyrir Fjölnismenn, koma sér betur inn í þetta, manni fleiri. Hornið að gengur og þessi bolti endar í höndunum með Aroni. Þarna hætti Stefán bara við að fara inn á horninu og losaði boltan hálf klunnalega eitthvað. Í staðinn bara að fara fullu gasi í hornafæri og ef það hefði verið touch, það hefði bara fengið vítið. Allavega eitthvað annað heldur en þetta. Og KA-liðið með aukabannssóttinni. Arnar Ísak og Jónstein og Jói keyrir á þetta, fær fríkastið. Já. Líklega stutt í höndina núna, er búin að ná að taka þokkalan tíma af sér brottvísun. Jói, aftur losar hann á Arnór, Arnór með pláss en þetta er bara að ganga. En finnum við línuna, en Hilmar kemst ekki nægilega gott færi. Höndin uppi. Ísak, við erum að finna línuna, Hilmar í gegn og skorar! Enn og aftur er Ísak Óli að koma boltan á línuna og Hilmar nær á endanum valda bolta og skorar. Já, hans annað mark í leiknum og KA manni færri komnir 5 mörkum yfir hérna fyrir lokakaflan. Og hérna missaðir boltan, Fjölnismenn er einfallega að kasta þessu frá sér. Stutti að KA-lið er með fullskipað lið og þetta var ekki góður kafli hjá gestunum, manni fleiri. Trítlar Jóhann Hauksson inn á í vinstri skiptunni hjá okkur. 11 mínútur eftir að þessu 5 marka munur. Ísak Óli með mikið plás, kemur sér fram hjá hann Ríkardi og þrumar svo í netti. Já, svolítið síðan að Ísak Óli skoraði. Hann er búinn að mata liðsfélaga sína undanförnu en komið með 6 mörk núna, 3 mörk í röð hjá KA-liðinu og þetta er orðið 6 marka leikur, 29-23. Elvar lendir hann í Hilmari, Hilmar kastar sér á boltan, vel gett hjá honum en þetta er allan aðeins fríkast. Elvar, Mattias stoppaður, þetta er allt annað að sjá varnarlið KA-liðsins núna. Og svo kemur varinn boltinn á Vigni og KA-liðið getur náð 7 marka forystu, þvílík breyting á þessum leik. Ísak Óli á þetta, fær fríkastið. Já, finnst svona gestirnir aðeins búin að missa hausinn, þeir eru fann að gera fleiri mistök og það er bara orðið ansi dýrt núna og fyrir vikið er KA-liðið að stinga af hérna. Ísak Óli inn á línuna enn og aftur og þetta er vantarlega, það með fríkast, ekki vítakastið. Segja Aron hafi ekki alveg valda bolta hana. Opnar Ísak bara fyrir hornið og þetta er listilega gert. Já. Aron Orri Alfreðsson vippar hana yfir hann Kjartan í markinu. Hans annað mark í leiknum, 7 marka munur og KA-liðið er
komið í ansi góða stöðu hérna. Þetta er 2 mínútna brottvísun. Jæja, það er rifið þarna í Elvar Þór. Hérna er komin í lofti og það einfallega má ekki. Aron Daði var að hvíla í 2 mínútur. Fjölnismenn nýttu sér liðsmuninn ekki vel áðan. Töpuðu þeim kafla 1-0. Spurning hvort þeir geri betur núna. Nei. Tapaði bolti aftur. Og þarna þeir einfallega kasta þessu endanlega frá sig. Ætla ég að leyfa mér að fullyrða. Sér það bara svona á líkams tjáningu Fjölnismanna að þetta sé hálf búið hjá þeim. Ísak Óli losar hann hérna á Jói með mikið pláss fyrir gegn og það er ekki vítakast hjá tveggjanda brottvísun. Algjör óþarfi hjá Elvari Þór hérna að keyra inn í Jóa sem komin í gegn og aldrei spurning með brottvísunin hérna. Arnór Ísak Hallsson á punktinum. Það er öruggt til þessa og hann heldur því áfram, skorar úr þessu vítakasti og kemur þessi 8 mörk. 31-23 og þetta er alveg bara spurning hversu stór sigur KA-liðsins verður. Fín og harna leikur hérna, já. Hafbjörn fastu fyrir. Greinilega gráu svæði samkvæmt Heimi Erni dómara. Boltur inn í hornið og sáu þessa vörslu. Frábær varsla hjá Vigni. Sér hérna við honum Stefáni Friðrik í horninu og í kjölfarið svo dæmt lína á Stefán fyrir að hafa fyrir farið hérna út úr teiknum til að sækja boltan. KA-liðið við það fullskipalið og þessi sending heppnast ekki frá Ísaki inn á línuna. Hann er mennskur, að getur gesta klikka hjá honum. Og Vignir verðan að boltan, verðan út í tegin og frákastið hjá Aroni Birki sem skorar. Jæja, 6 mínútur eftir þessu 7 marka munur. Arnór Ísak losar hann niður í hornið og nei, Aron setur hann yfir. Fín bolti hjá Arnór Ísak niður í vinstra hornið en Aron náði ekki að nýta sér þetta. Þetta er slakur bolti, endar út af og þessi leikur er að svona verða hálf kærulaus hjá liðunum. Enda úrslitin ráðin. 55 mörk komin hérna á 54 mínútum réttarúmum. Spurning hvort við verðum með marka meðtala mínútu. Þú var að þó nokkur hraði í þessu. 10 varði boltar hjá Vigni í KA-markinu, 8 hjá Kjartan í Fjölnismarkinu. Tekur KA-liðið leikli. Já, Kjartan átti virkilega flottan fyrirháleik í marki Fjölnis, var það 7 bolta. Aðeins 1 bolti kominn hjá honum í seinni hálfleiknum og það munar það. Sá svona heilsteftari framistæða hjá Vigni. 5 varða bolta í fyrri, 5 komnir í seinni.
Já, ætti að vera formasatriði hjá KA-liðinu að klára hennan leik með 2 stigum. En Guðlaugur Arnarsson þjálfari tekur enga sénsa, tekur hérna sitt annað leikhlé. Þannig að hann á ennþá sénsinn á að taka það 3. Ef að illa fer. Já, og koma þér ansi uttalega út í Ísak og Jóa. Hallibolli finnur Aron í gegn og boltinn endar hjá Jónsteini og það var Jónsteinn sem skorar. Já. Ekki bara að segja þetta hafi verið samvinna hjá hóttamönnunum okkar. Jónsteinn Þórsson, hans fyrsta skot í leiknum og hann skorar, sótti eftir víti í fyrri. Núna komin á blað líka. Vel gert, 8 marka munur. Kemur Elvar hérna inn á miðjuna og kemur flotta skotfintu. Opnar þetta og fer svo í geta og skorar. Já, Elvar Otri 9 mörk hjá honum. Lítið við hann að sakast. Hallibolli tekur skotið, fær ekki virkastið. Frábær stúrinsmynda hjá hann við Heiðari. Já, það gerði hann vel. Tók svipað hreyfingu í upphafi seinni hálfleiks en þá var skotið framhjá, en þetta söng í netinu. Ísak Óli inn á línuna enn og aftur og Hilmar Gíslason með sitt 3. mark. Já. Áfram er Ísak Óli að eiga frábæran leik í að finna liðsfélaga sína. Þetta skot slagt hjá Konráð enda bara í lúkunum á Vigni, en vel bakkað hjá Elvari Otra sem að lokar þessa sendingu. Eins og segi, spennan er löngu farin úr þessu. Bara spurning hversu stór sigur KA-liðsins verður. 7 marka munur, 3 mínútur eftir að þessu. Kemur Elvar með þetta skot að gólfinu. Vignir Ver, frábær framistæði hjá honum. Komið með 12 varða bolta. Þetta er klaufalegt að missa við boltan og Aron Birkir refsar. Eins og segir, komið smá kæruleysi í þetta kannski eðlilega. Hallibolli ætlar sér í gegn og gerir það og skorar. Það er að bæta upp fyrir skotið á hann. Og þetta er komið í 7 mörk á 9 og þetta er spurning með ruðning. Já, pjúra ruðningur. Ekki nokkuð spurning með það. Getur nú lítið sagt við þessu hann Heiðar. Þó hann reynir á reyndar. Jónsteinn. Boltan áfram á Ísak. Ísak keyrir á þetta og fer bara sjálfur og skorar. Já, alltaf að bíða eftir hvernig hann ætti að senda. En sá svo að hann þurfti bara að fara sjálfur. Sem hann gerði. 7 mörk hjá honum. Frábær frammistaða. 8 marka munur. Þetta er spurning með ruðning. Nei, það er víti segja sig inn í teig. Það var annarkvæmt víti eða ruðningur. Jónatan Magnússon í gríni mótmann þessi dómi. Sáu þessa vörðu. Því líka varslan hérna hjá Vigni. Er að kóruna frábæran leik með frábæri vörslu hérna á vítinu. Hann er komið með 13 varða bolta. Boltinn inn á línuna og Hilmar
klára þetta snirtilega, bolti frá Jónsteini inn á línuna. Hilmar 4 mörk honum og 5 skotum. 9 marka munur, loka myndan kenginningar. Frábær framista hjá KA-liðinu í seinni hálfleik. Staðan var jöfn 15-15 í hléinu. Elvar upp, frábær. Jájá. Brotið á Elvari en ég ætla að segja frábær hávörni á Ísaki Óla. En 2 mínútna brottvísun á Hilmar Gíslason. Hann er ekki að bæta við fleiri mörkum í dag. Og Fjölnismenn geta hérna lagastöðuna fyrir lok leiks. 39 sekúndur eftir af þessum leik. Eru manni fleiri, hafa þetta bara því miður ekki nýtt sér liðsmunum nægilega vel í dag. Opna hornið eins og vel hérna fyrir Stefán og hann skorar. Þrjú mörk komin í honum. Haraldur Bolli finnur Jónstein. Jónstein reynir að erfiða sending á Ísak Óla, gengur ekki. Og fínn bolti inn á Aron Birki sem að skorar lokamark leiksins. Og lokatölur í 36-29. Sannfærandi sigur KA-liðsins að lokum. Eftir að leikurinn hafi verið stál í stál til að byrja með. En já, endanum var þetta frekar sannfærandi þegar að leiða seinni hálfleikinn og strákarnir eiga hróskilið fyrir flotta framistöðu. Kíkjum á markaskorurina. Arnór Ísak Hallsson, markahæstur KA með 12 mörk. Þar af 4 vítum fyrir ekki. Ísak Óli Eggertsson átti stórleik 7 mörk sjálfur og átti ófáar stóðsendingar. Hilmar Gíslason og Haraldur Bolli línumennir við Knáu gerir báðir 4 mörk og Aron Orri, Erni Ellertsson og Aron Daði allir með 2 mörk. Jónsteinn, Jóhann og Logi allir með 1 mark og í markinu varði Vignir Orri 13 sko, þar af 1 víti. Sjáum gestina. Elvar Otri með 9, Elvar Þór 6, Ríkarður, Stefán og Aron allir með 3 mörk, Konráð og Mattias báðir með 2 mörk og Heiðar Már með 1 og Kjartan Bogi í markinu varði 9 sko, þar af 7 í fyrri hálfleik og varði 1 víti sem var fyrsta víti leiksins. Og var stutt, sjáum hérna tölfræðina leiknum 36-29 sigur KA, skotendingin betri á KA-liðinu. Auk þess sem að Fjölnismenn áttu einu meira tapið bolta. Og já, sjáum að þetta annars mjög svipað 5 brottvísanir á hvort lið. En KA-lið einfaldlega töluvert sterkari aðilinn hér í seinni hálfleik. En ég heldur við erum að setja gott hér í dag. Virkilega gaman að ná að sína uliðið hjá okkur. Sjáum þetta seinni hálfleikinn. Eftir 10 mínútna leik í seinni þá einfaldlega skildu leiðir og KA vinnur að lokum sannfærandi 36-29 sigur. En já, takk hérlega fyrir áður í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég og lýsti þessu fyrir ykkur. Mér til aðstofar var Magnús Örn Bergþórsson á myndatökunni og Stefán Jónsson sá tölfræðina. En já, við höldum áfram að sína vel frá starfinu á KA TV, en takk fyrir í dag. Bless, bless!